SI-kerfið er alþjóðlegt kerfi yfir mælieiningar. Samkvæmt SI-kerfinu þá eigum við að nota ákveðnar mælieiningar til þess að mæla ákveðna hluti. Þetta er í raun það kerfi sem að vísindamenn nota. Því það er mjög vont að vera að bera saman tilraunir ef það er verið að nota sitt hvora eininguna fyrir sömu hlutina. Það eru til margar einingar fyrir lengd til dæmis. Við notum metrakerfið, en það er notuð fet og tommur til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi. En metrakerfið er hlut af SI-kerfinu en tommur og fet eru það ekki. Þannig að á Íslandi notum við sama kerfi og vísindamenn þegar kemur að lengd eða mæla í metrum. En þegar við erum að mæla hitastig þá nota vísindamenn annað kerfi sem heitir Kelvin. Og það er SI-kerfið mælir rafstraum í amperum, tíma í sekúndum og við getum haldið svolítið lengi áfram. Við getum notað forskeyti í SI-kerfinu ef við miðum við metra. Þá er þetta er 1 metri. 1/10 úr metra köllum við desimetra, 1/100 úr metra sentimetra og 1/1000 úr metra 1 millimetra. Eftir það hættum við að hlaupa á 1 núlli, heldur næst kemur mikrometri sem er 1 milljónasti. Þið munið þetta var 1 þúsundasti, þetta er 1 milljónasti. Svo er þetta að halda lengra áfram. Hérna fyrir við DAM, HM og KM. Þetta eru 1000 metrar og næst förum við upp 1000 í viðbót, þeim eru megametrar sem eru þá 1.000.000 metrar. Þið munið að þetta var 1 og það er hægt að halda lengra áfram hérna upp og það er hægt að halda lengra áfram hérna niður. Þannig að þetta er ansi flókið í kerfi og þessi forskeyti má setja fyrir framan metra, fyrir framan sekúndur, fyrir framan amper, hvaða einingu innan SI-kerfisins sem er og í raun hvaða kerfi sem er. Við getum talað til dæmis megakrónur sem væru þá 1.000.000 krónur. En það gerum við nú svona ekki dagsdaglega allavega.